Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl. Hér sit ég með 3 reynsluboltum og við ætlum að ræða aðeins þjóðmálin. Þetta eru Mörður Árnason, Ásmundur Friðriksson og Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem öll eru fyrrverandi þingmenn. Passar. 2 fyrir Samfylkinguna og Ásmundur náttúrulega Sjálfstæðisflokkinn. Mér langar að byrja vestra. Þessi ræða Donald Trump á bandaríska þinginu, hún hefur fer heiminn, en reyndar hefur hann orðið dagskrárvaldi í öllum fjölmiðlum bara í veröldinni held ég. Það er á hverjum einasta degi sem eitthvað gerist sem að kallar á í svona umræðu þar sem að sé rætt þetta er svo mikið. Já. En ég er ekki búin að hlusta á ræðina, ég bara heyrt það sem hefur verið í fréttumúrinni. Var hann ekki á löng líka? Jú, 100 mínútur. 100 mínútur. 100 mínútur. Er það ekki svipað á Bjarni Ben? En það var þó eitthvað vit í þeim 100 mínútur. En var ekki 100 mínútur líka í honum? Hún var ekki löng því hún var bara skemmtileg. Já. Innihaldið sem við erum búin að heyra er náttúrulega hann er setur sig upp á háan stall, hann er afkastamesti forseti á byrjunartíma sínum í sögunni og hafi farið fram úr George Washington. Er þetta ekki eins og Hörmar þú sagði fram, þetta er eins og, eða ekki, þú sem sagði það, eins og halda að ég segði ykkur að væri meira en Jón Sigurðsson. Já, þetta er náttúrulega bara, það er náttúrulega Donald Trump hefur þessi einkenni eins og við sjáumst, þetta er svona einkenni sem að maður þekki frá börnum, að vera bestur í einhverju og stærstur og sterkastur og það hefur ekki alveg þroskast af honum. En það væri náttúrulega betra ef að þetta væri nú bara það sem einkenndi hann, en það er náttúrulega líka alveg yfirgengilegu rudda- og fautaskapur og hugmyndafræði sem er afskaplega ógeðþekk. Þannig að það er svona þegar leiðtogi hins vestræna heims tala með þessum hætti, þá er það ansi yfirþyrmandi og náttúrulega atburðarásin síðustu daga hefur verið náttúrulega mjög sjokkerandi fyrir fólk. Ekki bara út frá öryggissjónarmiðum, heldur líka einhvern veginn bara það er að þegar okkur birtist þarna í þessu ofboðslega margum talaða fundi með Zelenski, við erum náttúrulega líka öll orðin svo mettuð af umræðum allt þetta, en þú veist, þá birtist okkur einhvers konar fauta- og ruddaskapur, yfirgangur hins sterka og ég held að þetta var allir svona sjokk áhrifum. Við vorum búin að sjá D.T. Vance koma og það var hjá NATO sem hann heldi sér yfir evróskan söfnuðinn og sagði þeim til syndana, þannig að við vissum alveg hvað var í pípunum, en bara einhvern veginn að upplifa það svona beint, þetta er svo, ég held að fólki hrís og hugur við þegar þú ert svona óhrættur við að taka bara skósólana og þrýsta þeim onna þann sem er veikari. En það er mér finnst ég kannski ekki hafa miklu við að bæta Donald Trump, en það sem að maður upplifi líka er það sem er svo nú er hann að slíta á, hann er að draga Bandaríkin út úr mikilvægum alþjóðastofnunum, hann er að hætta þróunar aðstoð, hann vill ekki vera að styðja öryggismál í Evrópu og Úkraínu. Og eitt er að ríki eru í bandalagi og sýna hvort öðru bræðrað þvel. Hitt er að hann er að vinna gegn hagsmunum Bandaríkjanna. Soft power og hard, þetta er það að veita þróunaraðstoð og koma í veg fyrir uppgang smitsjúkdóma eða aukahópa á einhverjum svæðum. Þetta er, og alþjóðastofnanir eru misfungerandi en þær hafa ákveðið markmið og það er að reyna að tryggja frið og öryggi og samvinnu til þess að fólk geti lifað tiltölulega eðlilegu og þægilegu lífi. Og þessar aðgerðir náttúrulega vega svo að okkur öllum, en ég minna líka hans eigin landi og manni finnst svo eða hans eigin ríki. Þetta er ekki jákvætt fyrir neitt. Nei. Og enn talar hann að Grænland saminist eða Bandaríkin taki Grænland yfir á því að Trump fari. Nei, ég get ekki sagt það. Ég verður nú bara að viðkynna það að
eins og þú sagði nú bara í upphafi, ég nú svona bara mínar upplýsingar þetta allt saman í fréttunum í morgun. Já. Og ég las nú leiðir að Morgunblaðsins á fastandi maga mjög snemma. Var það góður? Já, það var náttúrulega, menn þar á bæ eru líka jafnvel undrandi, sko, og hafa þeir nú svona ýmsar skoðanir á Bandaríkjunum, þannig að ég held að þessi sjálfum gleði sem að þarna ríkur ganga er svolítið sérstök og ég bara, sko, við erum að segja það að við sem höfum kannski bara mjög mörg liti svona á Bandaríki svolítið svona vöggu lýðræðisins í heiminum, sko, og að hvort sem er það eða ekki að hlusta svo á það nú að daga til dag að menn alltaf yfirtaka nágrannalönd og vaða yfir aðra þjóðir að sko þetta er einhvern veginn svo fjarri þessu ríki sem að maður hefur bara allan tíð borið mikla virðingu fyrir og hver hélt ekki upp á Kennedy og allt þetta þegar maður var barn og einhvern veginn hefur það svona smita mann á því að bera mikla virðingu fyrir svo ég á nú fjölskyldu að úti líka sem sem maður hefur tengst og þau eru nú bæði demokratar og republikanar en einhvern veginn hefur maður svona bara heitlast að mikil fengleika Bandaríkjanna á margan hátt, sko. Og mér finnst nú svona draga ský fyrir sólu svolítið núna. Og ég vil nú bara viðurkenna það að maður einhvern veginn reyna að tempra þetta í huga sér. Þetta einhvern veginn svona þetta ástand sem er. Ég er náttúrulega langt frá því að vera einhver spekingur í að greina utanríkisstefnu Bandaríkjanna en ég held að bara svona að við bara þetta venjulega fólk sem erum að hlusta og horfa á þessa hluti gerast að ég held að við hljótum öll einhvern veginn svona standa hálfpartinn á öndinni eins og skrifari leiðir að Morgunblaðsins gerði mér í morgun á fastandi maga, sko. Það er bara stór hættulegt að lesa á fastandi maga. Samt á skoti og Joe Biden, hann hefði lesið svona af spjöldum og ég skrifaði nú að ættu ekki fleiri að gera það, sko. Að lesa spjöldum heldur hann að tala bara beint út úr sér, sko, og virka svona ofboðslega ógnandi. Það er bara fólk í það í heiminn sem bara óttaslegir, sko. Já, það er nú, ég held að það sé svolítið, sko, með forseta Bandaríkjanna, sko, núna eins og bara markmann í fótbolta, sko, það er ekki spurning hvað að vera oft heldur bara hvað gerir fá mistök, sko. Og ég held að það væri nú að maður myndir líða meira til forseta Bandaríkjanna sem gerir fá mistök heldur en öll þessi fjöldamörku sem það er að gera snúða. En varður þú síðastur í Trump-ræðinu okkar? Kannski andvert við Ásmund að ég var nú svona í æsku ekki mikill vinur Bandaríkjanna. Og var hér herstöðva baráttunni og svo framvegis og markaðist töluvert af og mín kynslóð bara markaðist töluvert af Víetnamstríðinu og svo framvegis svo bara smám saman þá hef ég orðið það meir og meiri vinur Bandaríkjanna hrifnari af því góða í Bandaríkjanna. Bandaríkjanna eru allt það er allra verst í heiminum og það er líka allra best í heiminum klárasta fólkið, listamenn sem aðrir eiga auðvitað gríðarlega auðlegð af mörgu leyti og margir af þeim sem manni þykir vænstum við mitt af fyrirmyndum og listamönnum, rithöfundum Dylan og svo framvegis eru Bandaríkjamenn á einhverju tagi og það er gaman að fylgjast með pólitíkinni í Bandaríkjunum, hún er náttúrulega allt öðruvísi en hjá okkur og allt öðruvísi allir við varum ekki allir þrjú meir og minni í sama flokki í Bandaríkjunum þetta er þannig en sko ef maður fer nú niður úr því og því sjokki sem þetta er þá eru það sem hefur gerst þetta það að Bandaríkjamenn hafa kosið sér hvað ég að kalla það, ekstrem hægri mann öfgahægri mann, ég vil nú ekki segja fasista en það er svona alltaf því sem forseta og hann kemur núna þegar hann kemur aftur og þá kemur hann með plan
hvort sem það nú þetta 2025 plan eða hvað það er, og alveg frá fyrsta degi að þá er búið að ákveða hvað að gera. Svo notar hann það sem að Sigurður Ingiberg var nú að lýsa áður en við byrjuðum, að hann notar þetta svona upplaup, sko, að hann tekur tablið og slæri því bara burt og það er bara farið, og svo þetta ein frétt á dag, sko, maður opnar símann sinn og fer að lesa það sem maður les venjulega í erlendu fréttum og það eru sko fyrstu 4 fréttirnar en hvað Trump hafi gert í gær. Þannig að maður líka verður sko dofinn, maður dofnar að þessu, maður áttar sig ekki á því hvað er hættulegt og því ég held að það sé kannski hluti af þessu. Þetta kemur hann business og þetta getur virkað við ákveðna aðstæður í business og reynda pólitík að bara að búa til svo mikla kaos eins og Sigga sagði, að andstæðingurinn verður rugglaður og veit ekki alveg hvað hann á að gera. Í hernaði að þá Napóleon gerir þetta, réðist helst allstaðar að, sko, fyrst þennan og svo hinn og svo framvegis og þegar þeir snýru sig við að þá var alltaf Napóleon mættur þar líka og hann hefur þessa taktik. Með sko, svo verum við átt okkur að því að það er auðvitað ekki nýtt að menn í stjórnmálamenn í Bandaríkjunum afneiti í raun og veru alþjóðasamfélaginu. Það er það sem að kalla einangrunarhyggja ísólasjónismi sem þar hefur verið uppi og var auðvitað alla 19. öldina meira og minna, bara þannig að þeir vildi ekki skipta sér af neinu öðru af því sem gerðist í vesturheimi, Monroe-kenningin, sem er ekki Monroe frá 1918, heldur ennþá fyrr. Forseti Bandaríkjanna hans að sko látiði Ameríku vera, það er að segja heimsálfuna Norður- og Suður-Ameríku og við skiptum okkur ekkert af ykkur. Það var raun og veru þannig, þetta er okkar svæði og við skiptum okkur ekkert af ykkur og það er raun og veru bara ekki fyrir Roosevelt sem komst í forsetaembætti já við Franklin með því að segja við ætlum ekki stríð horfið á mig, við ætlum ekki stríð að hann fer sem sé í síðara heimstyrjalda fór þeirri fyrir heimstyrjaldunum líka en það var einangrunarhyggja á milli sem fer í heimstyrjaldina og skipar Bandaríkjunum í þetta forystusæti og síðan er mótað ákveði kerfi bæði á vestu fyrir utan Sovjet og áhrifasvæði þess sem hefur staðið fram á þennan dag bæði varnar og svona efnahagslegt kerfi og ákveðin efnahagsleg stjórnum eins og Bretton Woods dæmi sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, alþjóðabankin etc. Menn geta gagnrýnt þetta var gert og nú er bara einangrunarhyggjan komin aftur að í Bandaríkjunum og Bandaríkjamenn sjálfir þeir eru náttúrulega þannig að innflutningur og útflutningur skiptir raun og veru venjulegan Bandaríkjamann og businessmann í Bandaríkjunum ekkert mjög miklu máli vegna þess að markaðurinn er Bandaríkin, þetta eru 300 og eitthvað milljónir í Bandaríkjunum sjálfum og það er lið sem á pening og alþjóðamálun skiptir venjulegan Bandaríkjamann heldur ekki miklu máli. Við hér á Íslandi og í Evrópu þó að við séum bara 400.000 og Þjóðverjar 80 milljónir og þá eru við samt alltaf að horfa í kringum okkur. Það skiptir okkur ásæðlega miklu máli hvað er að gerast hérna í næstu löndum og þar næstu. Í Ameríku ekki. Þannig að við stöndum upp með þetta að mann ekki hver sagði einhver á Facebook held ég Stefán Pálsson eða einhver svona þokkalega skynsami maður að sagði okkur bregður hérna við þessa alþjóðaskipan en það á ekki eftir að fella Trump. Það sem á eftir að fella Trump ef það eitthvað á að fella hann, það eru mistök sem hann gerir í efnahagsmálum í Bandaríkjunum. Ef að verðbólgan fyrir að staða aftur eða eitthvað líka, þá verður þetta erfitt fyrir hann. En alþjóðaviðskipti ég er reyndar alveg samanlega með það en alþjóðaviðskipti skipta samt Bandaríkin gríðarlegu máli og ég meina velsæld þeirra byggist upp meðal annars á því stuðningu þeirra við Evrópu eftir stríð með Marshallafstöðun og öllu þessu þetta hefur skapað gríðarlega velsæld í Bandaríkjunum þessi að búa til sterka viðskipta búa til sterk ríki til þess að eiga í viðskiptum við. Það talaðum eitt af því sem að Trump talar og allir bandaríkjastjórnarmenn er mikli halli á ríkissjóði í Bandaríkjunum, þetta er furðulegt og ég skil þetta ekki, mér er sagt að þetta sé sko staða dollarans, hún gefið þessu möguleika, við varum löngu gjaldþrota, hér á Íslandi eða í Evrópuland var ekki löngu gjaldþrota, svo fer maður í hallan, þá er hallin er vöru skipta halli, svo kemur þjónustu kerfið, þar er þeir í plús
og það vegna þess ekki síst vegna þess að Kísildalurinn, tæknin, nýtæknin, hún í sókn og Musk og þeir gæjarnir allir, þeir eru mjög háðir öðrum mörkuðum en Bandaríkjunum. Þannig að Trump eiginlega vinna á móti hagsmunum Musks og það svolítið skrítið. Það mjög misræði að fara í tollahækkanir, ég held að sé bara algjör þvæla. Það hefur komið auðvitað fram hjá sérfræðingum og ég heyri það mikið af sérfræðingum í amerísku máli hérna við borðið, þannig að ég þarf ekki að vera. En svo var líka bara eldrauður dagur á Wall Street í gær. Það er bara lækkanir. Herðu, hann fórseti Bandaríkjanna, en Ásmundur Friðriksson, þú barðist hart fyrir kjöri Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Já, ég barðist fyrir hennar kjöri, Já, þú fórst með henni við það. Já. Og þannig að þú hlýtur að vera mjög ánægður. Já, ég held að það sé bara mjög sterkt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að svona þess að skipta í forystunni og það auðvitað lá fyrir að það er gert og ég held að þetta hafi verið svona meiri afgerandi skipti að fá Guðrún inn og það bakland sem hún mun koma með inn í flokkinn og ég held að hennar kjör hafi verið gert í þeim friði sem hægt er að gera innan stjórnmála aflsins og Sjálfstæðisflokksins sem að mæta 2200 manns og kjósa þessu forystu og það var auðvitað gríðarlega öflugt og sjálf þessu stórfenglegt að vera á slíku fundi en líka bara það að auðvitað voru tvær hæfar og góða konur í framboði. Ég fer ekki tóna því og það hefur legið þetta fyrir. Við sem að stundum við baki á Guðrúnu, við erum afskaplega sátt að þetta skildi enda svona. Munur var auðvitað sláandi lítill. Það var sláandi lítill munur á milli þeirra. Það var að telja tvisvar eða ekki? Já, það var eitthvað, ég þekki ekki nákvæmlega vinnubröð þar innan dyra en það hefur örgulega valdið einhverjum svona vandræðum eða þurft að fara yfir hlutina vel þegar þetta munar svona litlu. Það má engu skeika, það voru 3 atkvæði ef hún hefði fengið fyrir 3 atkvæði minna þá hefði þurft að kjósa aftur og það hefði verið mjög svakalega þess að það voru margir farin heim strax. Það spáði lokun Helliseiðar og það voru margir Sunnlendingar sem bara kusu og dreifus út í bíl og keyrðu af stað. Úr kjördæmi hennar. Úr hennar kjördæmi og upp í Borgarfjörð líka og þannig að maður veit ekkert hvernig þetta hefði farið ef slíkir hlutur hefði gerst. En það er líka þeir sem voru illa fyrir kallara sundagsmótunum að mættu ekki réttum tíma og voru lokaðir utanhús þegar atkvæðagreiðslan hófs. Það var 200 manns sem komast ekki inn í húsið. Já, það voru allavega 2200 bókar á fundinu en það greiddu 1858 atkvæði. Það var landsfundagleði á Laugardalskvöldi. Það hefur verið of mikil gleði hjá einhverjum og maður veit ekki ef þeir hefur kannski verið betur allskáðir á sundarsmótunum og mættir réttum tíma og þá kannski hefði þetta getað farið öðruvísi. En þeir eru þá áslögarmenn að verið sem sé glaðari á Laugardalskvöldi? Ég veit ekki, ég mætti ekki, þannig ég ekki Þetta er alveg ótrúlega lítill munur. Já, það er ótrúlega lítill munur en ég held bara að nú siglir bara flokkurinn nýjan byr og við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að svona endurheimta traustið og kalla heim tilbaka þá sem að hafa dottið úr áhöfninni og það er bara mjög mikilvægt. Við höfum átt undir högg að sækja undir högum árum. Ég var á þingi í 12 ár og allan þann tíma var svona hallað undan fæti hjá okkur og það er alveg sama hvað maður finnst það í sjálfu sér. Mér fannst það sjálfum oft ósanngjarnt miðað við hvað var verið að gera og hvernig svona staðan var, hvernig kaupmátturinn var og hvernig svona almennt var búið af fólki og við höfum þó að við séum alltaf að rífast einhverja pólitík þá var framfaraskeið í afkomu fólks í landinu og þessi þjóð er náttúrulega komin á stað að vera ríkasta þjóð í heimi og við erum samt alltaf að berja okkur og segja að við séum hálfgerðir aumingjar og sé allt í volaði. Það er auðvitað ekki rétt, en það er auðvitað rétt að við getum alltaf gert betur og það er auðvitað markmið alveg saman hvað við pólitík. Við viljum gera betur í dag en til í gær og það er auðvitað eilíðar verkefni þeirra sem að þarna standa og þess vegna held ég að við séum bara klári slaginn og ég var bara að segja eins og
það ný ríkisstjórn í landinu, þau þurfa líka sinn tíma til að koma svo stað og það bara gott að það kemur ný forysta sem veitir þeim aðhald. Ég vona að það aðhald verði málefnalegt og það verði á grundvelli málefna, ekki persóna og þannig þurfum við að vinna í pólitíkinni og sem ég segi sko, Guðrún afskaplega mikilvæg kona og hún svona stjórnar með svona dagfarsprýði og hljóðleika. Já. Það ekki margir sem að hafa þá eiginleika, en hún þess háttar gerðar. Ef ég maður rétt, í leiður á Mokkans í gær, að þá var verið að tala það, ef ég maður rétt, að hún hafi farið fram með það, hún alltaf stækka flokkinn og ná fólki tilbaka og þá var Davíð búinn að hækka rána upp í 35%, sko. Já, ég sá þetta, ég las þetta líka á farsættum að sko, ég held þú voru að fá þér einhverja staðgóðan ég að gera það, sko. Staksteinarnir góður, sko, ég held reyndar, sko, að það var nú ekki mikilvægur foringi sem hefur ekki sem að háleit markmið að efla Sjálfstæðisflokkinn. Við hefðum náttúrulega ekkert við slíkan foringi að gera sem að hefðu það ekki. Sko hitt að í þeirri pólitík sem bara í landinu, þar sem að 6-8 flokkar og sumir ekki kannski með komast inn á þing fyrir fá málefni en góð, en sko þannig að pólitískt landslægur var allt annars, sko, þegar við vorum yngri allavega hefði þetta borð, sko, að þá þá var þetta einhvern veginn svona allt einfaldara í sniðum og fjórflokkurinn í þinginu og núna eru sko ég sá ekki dag, ég nefndi það nú einhvern tímann að það hefði 71% vilja hægri stjórn í Reykjavík núna þegar breytingi var. Ég held að sko í pólitíska spektruminu sko þá sé svona unga fólki og mjög margir svona fólk svona frekar hægra sinnað í samfélaginu, en það fjarri til að það sé allir í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að sko það eru kannski bara góðu fréttirnar að hægrið svona yfirtaka og og mér hugnast það ágætlega. Mér sýnist að andinn í þinginu sé mjög góður núna, svona yfirbragðið, mjög áhugavert og ég hefði gjarnan viljað vera í þingsæti í því yfirbragði sem að mér finnst þingi vera að fara að stað núna. Ég vona svo sannarlega að þingmannum gangi vel að tala málefnin og Ertu ekki fyrst í varamaður eða? Nei, ég er bara skósveit hjá Siggu bara heima, sko. Já. Þú varst ekki nefndi baráttu? Nei, ég var ekki í baráttu. En sko verið það að Ásmundur ánægð með sinn nýja formann og þið sem hafi nú sitið á þingi fyrir Samfylkinguna, það fer ekki milli mála þið líka ánægð með ykkar formann. Já, heldur betur. Já. Og ég mjög ánægð með nýjan þingflokk Samfylkingarinnar. Þannig mikið af nýju fólki, en líka fólki með mjög mikla reynslu. Og þegar ég var svona líta yfir og ég þekkti ekki allt þetta fólk og ég þekkti flest þeirra, þá ég hugsaði að þetta sterkur og góður þingflokkur að fara með inn í stjórnarmeirihluta. Þannig að mér finnst þetta bara spennandi, fylgjast með hvernig þetta verður. Já. Þægilega á hliðarlínunni. Já. En þessi Ég var nú ekki að fylgjast mikið með þessum landsfundi, þó var þetta nú þannig að ef maður opnaði eða leita á fjölmiðil þá var hann allur fullur á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Já, eins og hann segir, þetta var 2000 manna fundur. Þetta mikill fjöldi og mikið undir hérna. En mér heyrðist þetta, sko, málflutningurinn vera meira og minna sá sami. Það var til dæmis á móti Evrópusambandinu. Það voru hagsmunir stórútgerðar og einhverju leyti landbúnaðar milliliða. Það var svona almenn útlendingaandúð og svo framvegis og ég varð ekki var við að það væri meira frá Guðrúnarmönnum eða Áslaugarmönnum á þennan kantinn. Það sem að samt sko einhvern veginn, það sem seilast inn í mann er þó það að þetta sé ekki búið. Það séu þarna 2 fylkingar
Guðrún og Guðlaugur Þór annari og Áslaug og gamla svona elítan, Reykjavíkur elítan til dæmis í hinni og mér fannst sko svona svolítið heimdallabragð af Áslaugu. Ég var ekki viss að henni myndi takast þetta verð, þetta var bara of heimdælst. En Guðrún fannst mér meira að vera svona gamli sjálfstæðisflokkurinn án þess að það sé eitthvað gildismat. Gamli sjálfstæðisflokkurinn sem var ekki beinlínis frjálshyggjuflokkur, heldur var þessi svona létt spilti hagsmunaflokkur og það greinilegt auðvitað landsbyggðarstuðningurinn meira við Guðrúnu en Reykjavík og nærsveitir meira við Áslaugu. Og fyrstu tónarnir eftir þessa jákvæðu og fínu ræðu Ásmundar, fyrstu tónarnir eftir þetta eru svona harka frá Áslaugarmönnum og jafnvel hótanir það eftir 2 ár, þá verður nú annað upp á terminum. Þannig að ég sé ekki betur, nú ætla ég að fara varlega, þannig að ekki sé ekki betur, heldur mér dettur í huga að við séum komin svona í þessa kannski einhverja nýja svona Geirs og Gunnar stöðu, þannig að það sé svona 2 fylkingar sem takast á í flokknum. En við verðum þetta bara að bíða og sjá til hvaða stefnu markar Guðrún. Þetta hafa verið hefur ekki markar hennar stefnu. Ég held að þetta sé svona... Nei, sko, Gulli hefur verið sko... Já, mér finnst náttúrulega bara allt mikið gert úr þessu. Og ég veit ekki hvaða félag er til á Íslandi þar sem menn skiptast í á skoðunum fóruslu í félagi. Og það þarf að gera nema litla fótboltadeild til þess að menn berjast það. Og að mála það upp að Guðlaugur Þór sé ykkur anstæðingur einhver annar. Hann sagði þetta sjálfur í útvarpsviðtali, ég bara hlustaði á það. Já, ég meina, þeir sem studdu Guðlaugur Þór á síðasta landsfundi, þeir fundu sér út að bara einhvern annan farveg. En það var ekkert einhver hún var ekkert fulltrúi í sjálfum sér einhver slíkar afla. Það fólk fór og studdi Guðrúnu og enda hefði hún ekki náð þessum árangri ef hún ekki fengið einhvers staðar allan þennan stuðning sem hún fékk. Og mér finnst nú bara sko að því ég var nú í einhverju nefnd sem að fór nú yfir stjórnmálaályktunina svona. Ég var nú einn af þeim sem fór yfir það og það er nú til dæmis ekki minnst á stórútgerðina, þannig að við vorum ekkert að tala um stórútgerðina á þessum fundi. Nei, þið kusu Jens Garðar Helgason sem að við hínum. Ég held að Jens Garðar Helgason sé bara afskaplega góður maður sko og núna er hann bara þingmaður og ég verð nú bara að segja það að það er náttúrulega aumt ef að við viljum ekki fá fólk sem hefur verið í atvinnulífinu inn þingið og við viljum fá fólk úr heilbrigðiskerfinu og við viljum fá menntakerfinu og listakerfinu, við viljum að þingið sé fjölbreytt og við vorum að passa okkur á því að vera ekki alltaf að höggva á persónunar. Sjálfur hef ég mitt bakland einhvers staðar og kemur inn í þingið en ég var ekki alla daga eitthvað að velta því fyrir mig hvað ég geti gert einhverjum vinum mínu greiða. Það er bara þannig og ég held að þeir bara hljóta að hafa fengið á tilfinningu sjálf þegar sátt inn á þingi. Það er bara alvarlegt að sitja þar og taka ákvarðanir. Ég fekk á tilfinningun á þinginu að sjálfstæðisflokkurinn væri flokkur sem fyrst og fremst væri að verja hagsmuni ákveðina, þóra nú ekki að segja stétta, en ákveðina hópa og ákveðina atvinnugreina eða eigenda þeirra og þar voru stórútgerðarmennirnir alveg klárlega í nánast í fyrsta sæti og síðan voru þetta svona verslunarhagsmunir og alls konar hagsmunir en ekki til dæmis hagsmunir vinnandi alþýðu. Það var nú einhver stutt í bakið á stórútgerðinu eins og vinstriflokkarnir gerðu þegar þeir komu á framsali fiskveiði. Já, gottum með það, 91. Nei, þú ert að tala um bara stefnu. Stefna sjálfstæðisflokkurinn grunnurinn er bara síðan 1928 eða eitthvað. Standardsvar okkar við því bara 100 ára stefna sem að stendur sér og hún er ekki eitthvað hagsmunir fyrir eitthvað stórútgerð. Sem gerist fyrir 34 árum og í upphafi sem sé það var framsóknarflokkurinn sem knúði það fram sko í stjórninni með Jóni Baldvin og Ólafi held ég og það var það að það sem að þeir það þó fengu í staðinn var þessi fræga fyrsta grein í lögunum fiskveiðistjórnarina að auðlindin er eign þjóðarinnar sem þetta var hangið á síðan. Og er það ekki bara sjálfsagt? En svo náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn var nú ekkert ofsalega hrifinn af því samt. En mér langar aðeins að bara tala um landsfund sjálfstæðismanna og ekki sem samfylkingarkona eða fyrrum þingkona
Samfylkingar heldur bara svona sem leikmaður og maður hugsa líka, þetta rosalega stór samkoma. Ég fylgdist ekki náið með þessu en ég fylgdist með og öll fjölskyldan þegar formannskjöri var tilkynnt, þetta var svona, þú veist, þess eðlis, en maður hugsar þarna eru 2200 manns, það eru 2 einstaklingar að keppa, það gríðarlega spenna, veist, þetta rosalega, veist, fólk það tekur náttúrulega dálítinn tíma að vinda niður af sér eftir þetta. Mér fannst með Guðrúnu, mér finnst merkilegt að þessi kona í fyrsta skipti, orðin formaður Sjálfstæðisflokksins, mér fannst Guðrún sína ákveðið, á ensku heitir það authenticity, hún virkar svolítið svona saltjarðar eða sko hún er þannig sko móðurleg. Er hún móðurleg? Ekki móðurleg, heldur bara svona já, hún er ekki í neinu hlutverki, hún er bara kemur til dyranna eins og hún er klædd, upplifi ég og mér fannst þegar ég fylgdist með þessari baráttu, ég hafði á tilfinningu nógun inni, ekki af því ég hafi neina innsýn í Sjálfstæðisflokkinn og kannski ekki gott að meta mín viðhorf, ég meina ég ekki sammála margt í pólitík, en mér fannst henni að framkoma þannig að ég hugsaði, ég var viss að hún höfðaði ríkt til fólks, það var eitthvað við hana sem að mér fannst þess legt. En svo eru þetta mjög flókið, ég meina, ég er með takmarkaða innsýn í Sjálfstæðisflokkinn, ég er ekki í honum eins og Ásmundur sem getur sagt okkur miklu meira en allar ekki að gera það. Að maður upplifir að flokkurinn gríðarlega klofinn. Það hefur, en mér finnst líka pínu ósanngjarnt, ég held að Guðrún ég heyri það sem ég heyri, að hún hafi haldið sig utan fylkinga. Hún hafi reynt að vera bara, þú veist, svo eru þetta einhverju fylkingum sem fylgja henni. Mér finnst ekki öfundsvert að verkefni sem hún er með núna, að vinna svona naumannsigur og minna hún er sigurvegar enga síður og vera síðan að fara með þetta klofin flokk. Þannig að hún, ég held að hennar og þetta kannski má gleðjast yfir því fyrir stjórnarflokkana að það verður stjórnarandstaða Sjálfstæðisflokkurinn þarf að einbeita sér á því að reyna að koma sér einhvern veginn í heillegt ástand frekar en að einbeita sér að aðhaldi við ríkisstjórnina. En ég get ekki spáð fyrir það, en mér fannst áhugavert að fylgjast með þessu og mér fannst það var mjög ólíku blær á þeim og Guðrún var náttúrulega dálítið svona vísa í gamla tíma og var með svona svolítið, en mér fannst samt ræðan hennar Áslaugar svo gammaldags. Já, það fleiri sagt það. Mjög gammaldags svona retórík að vera, þannig að mér fannst Guðrún þó hún sé svona, kannski, ég meina hún er náttúrulega eldri og svona öðru vísi, en ég meina mér fannst þetta bara mjög áhugavert að fylgjast með þessu. En mér hefur fundið styrkleiki Sjálfstæðisflokksins sem myndi vera það að okkur líðst að hafa skipta skoðanir og ég var nú í þingflokknum í 12 ár og var nú ekki alltaf sammála öllu því sem það var gert eða sagt eða framkvæmt og mér var aldrei svona kasta út í horn endilega fyrir það. Þó að maður var ekki endilega að skapa sér alltaf vinsældi með því að hafa aðra skoðanir en það er hluti í svona stórum hópi að fólk geti þó haft það. Já, en samt það þannig að sameina Sjálfstæðisflokkinn aftur, það þau sem fór yfir í Viðreisn og jafnvel yfir í Miðflokkinn, þannig að það ekki þannig að ekkert hafi hoggist af, Við erum búin að vera náttúrulega í mjög mikilli baráttu undanfarin ár. Við höfum lent í áföllum og við höfum mist fólk fyrir borð og þess vegna er mjög mikilvægt eins og Sigurður Ingibjörg að segja að það komi forystumaður sem að sé þess megnugur að hafa þann faðm sem að fólk vill komast í aftur og þó maður kannski segi það höfðu margir sambandi með hann en það er nú bara þannig að ég fekk bæði símtöl og skilaboð það að frá einstaklingum sem ég þekki bara ágætlega og höfðu ekki haft voru ekki lengur innan okkar að þeir voru að tilkynna það að núna væru að reyma á sér skóna til að koma heim og þó að þetta sé ekki gríðarlega mörg skilaboð en þó nokkur en það segir manni að hún er að byrja á því að ná til þeirra sem fóru hver árangur verður það auðvitað á tíminu eftir að leiða í ljós
og ég bara segi fyrir mig, ég hlakka til að vinna með Guðrúnu og þeim sem er í forystu flokksins og tek nú bara hérna undir það að í okkar þingflokki er líka bara mjög mikilvægt svo fólk eins og mér finnst bara verið í þinginu í dag. Mér finnst bara yfirbráð þinginu bara mjög glæsilegt. Ég vil bara segja alveg svo og ég ætla bara að ítreka aftur að ég vona það að margt af því sem að mér fannst miður farið þinginu, þessu misnotkunar ræðutíma, endalaust þvaður í púltinu og svona hluti sem voru komin út úr öllu kort í þinginu, að nú er tækifæri að laga það og ég er að vona það að það sé að gerast. Ég held að misnotkun og ræðutíma hafi aldrei verið eins og tímabili 2009-13 þegar við Mörður vorum stjórnarþingmenn að endurreisa landið eftir efnahagshrun. Þá var nú fullsetið mér finnst allt eftir það bara eitthvað svona mér finnst það bara alveg sama hvað það kemur, það bara næri ekki nokkur á. Og ég skammast oft út í mitt fólk á. Ég var eins og ég sagði, ég fylgdist nú ekki með þessu landsfundi, ég bara var annað að gera og kannski hef ekki óstjallega náhuga innanlandsmálum í Sjálfstæðisflokknum. Ég lagði eyrun við þó við einu og það var ræða Þórdísar Kolbrúnar Gylfadóttur Reykfjörð sem ég er loksins búin að læra þetta langan nafn. Þú fórst að rátt með þetta. Og hún talaði fyrirverandi utanríkisráðherra sem kannski ekki alveg sáttu við hana sem utanríkisráðherra allar leyti en að ýmsuleyti var ég það sem utanríkisráðherra í stjórn af þessu tagi og hún talaði svolítið öðruvísi en aðri sjálfstæðismenn hafa gert utanríkismálin. Hún var með á nótunum hvaða breytingar getur verið í kortunum núna þegar Trump kemur og hún var Evrópusinnari, það þór náttúrulega enginn að segja það í Sjálfstæðisflokknum en eru þau bara þeim flekt út og tróðuð á þeim sem eru Evrópusinnar í flokknum hafa verið, en hún er svona Evrópusinnari eftir reynslu, eftir bara ferilsinn í utanríkisráðuneytinu en aðrir og mér fannst henni mælast vel og kannski var misskilningur hjá henni og Sjálfstæðisflokknum að hún skildi ekki verða þarna í fórustu en ég held líka að hún sé kannski ekki nógu afgerandi hægri maður til þess að vera það. En þetta er auðvitað mál sem við þurfum að skoða. Trump er auðvitað Trump og það kemur nýr maður eftir hann og svo framvegis en bara þetta með NATO að í raun og veru þá er þessi fræga 5. grein í Atlantshafssamningnum þetta að ef ráðist er á eitt ríki þá komi öll inn til hjálpar að hún er bara í svona lausu lofti af því að það er ekki víst að það gerist af því að Trump segir bara nei þið hefðu ekki borgað nógu mikið af peningum til þess og í tilefni þessu fór ég að skoða samning sem ég var nú hérna fyrir árum ekki mjög hrifinn á sem heitir Varnarsamningurinn frá 1951 og þetta tvennt NATO og varnarsamningurinn hefur ásamt Norðurlandasamstarfinu Sameinuðu þjóðunum og svo framtíðanvis verið talin svona marka stöðu okkar á alþjóðavettvangi og vera sko grunnstoðirnar í utanríkisstefnu okkar. Svo les maður varnarsamninginn og bara mjög langt síðan ég hafði gert það síðast en búið að heyra alltaf þetta bara hann er neldur niður sem sko eiginlega besti samningur í heimi við Bandaríkin einstæður samningur og þetta er ekki varnarsamningur, þetta er herstöðvarsamningur, þetta er samningur herstöð Bandaríkjamanna á Keflavíkurvelli og svona hvernig það á að fara fram og það til dæmis að þau lög sem gilda í herstöðinni eru ekki íslensk lög heldur bandarísk lög og svo framvegis 19 árs var eins og þetta var og þeir eru ofur 19 ára síðan herstöðarsamningurinn er hérna ennþá þeir geta komið hvernig sem rættur það er þetta samningur 51 og nú komum við aftur og þeir þarf að bytta þess aftur og samningurinn herstöðar og það er minnst á auðvitað varnir Íslands en það er raun og veru fyrst og fremst maður sér það að maður setur upp gleraugu Trumps að þá skil ég það þannig að Bandaríkjamönnum við höfum enga kröfu á Bandaríkjunum það að bregðast til varnar ef eitthvað gerist hér eða gefa Tyrkja ránið er endurtekið eða koma einhverjir slúbbertar eða rússar eða kínverjar eða hvað sem er og þannig að ég varpa þínum bara hér fram eftir að hafa lesið þetta, ég var svo hissa ég hélt að þetta stæði skýrum stufum en það gerir það ekki þetta er samningur herstöð og það er klart að við verðum að meðan hann er í gildi þá verðum við að útvega land undir herstöð Hvert á til herstöðurinn er að vera?
En hvert á þá hlutverk herstöðarinnar að vera? Já, hlutverk hest, það engin herstöð, hún er það er svona almenna, hún fór fyrir 19 ára. Jú, það er hérna herstöð, það látt ekki svona. Hún fór fyrir 19 ára. Það eru konur hérna 200 hermenn aftur, en herstöðin, það er þarna ákveðin girðing og við erum það er svona kafbáta eftirlit og svona. Já, býtum við, sko, varnarsamningurinn er í gildi Ég held að menni séu bara eitthvað fastir einhvers staðar í Ásmundur, varnarsamningurinn er í gildi en þá og hann er herstöðarsamningur og ég meina hvort sem hún er eða ekki þá geta Bandaríkjamenn hvenær sem er bara með tilkynningu sagt nú erum við konur hérna með 3000 manns sattur og ætlum að setja sitt nað og það gildir eins og áður og það eru bandarísk lög og þetta allt saman. Ég held nú að þessi skiptir máli er ekki þetta hvort það er herstöð eða ekki, þessi skiptir máli er það að við þurfum að fara að rannsaka, við þurfum að fara að athuga alveg upp á nýtt þessa öryggistöðu. Ef að 5. greinin í Atlantshafssamningnum er úti eða er hæpinn og varnarsamningurinn sem átti að vera einn af aðalstöðunum að auki er minna virði en menn héldu, þá þurfum við að fara að skoða upp á mál og Þórdís Kolbrún þó hún sagði þetta ekki hún sagði auðvitað ekki þetta sem ég er að segja en þá var hún á sömu nótum við verðum að fara að skoða þetta allt upp á nýtt og við verðum nú tala ég en ekki Þórdís Kolbrún og við verðum að líta í nýjar áttir með þetta auðvitað er eðlilegt að reyna eins og hægt er að tryggja einhvern veginn Bandaríkjamenn inn í einhvers konar varnar og öryggiskerfi sem við erum með og það er auðvitað hérna fyrir hendi Bandaríkjamenn ætla ekki að kafbáta eftirliti og svo framvegis verður væntanlega áfram á lögum allar samning. Getur ekki verið einhver lög hafi verið sett síðan 1951? Nei, varnarsamningurinn er varnarsamningur milli Íslands og Bandaríkjanna og það er lögstift engum máli til að frá þessu. Nei, fyrir ekki. Hafi verið gerða breytingar á samning? Nei, hann er til þessi varnarsamningur og sér voru gerða svona bókanir við hann en það er, lesið hann með þeim augum tryggir þessi samningur varnir Íslands ef að hinga koma að rússar, kínverjar 3 Tyrkjar sveitir, 4 allar eignu hersins komur í íslenska eigu þetta bara setur okkur í algjörlega nýja stöðu og það sem Þórdís Kolbrún var að tala og mér fannst það gott að heyra það frá henni fyrirverandi utanríkisráðherra og í Sjálfstæðisflokknum að við þurfum að fara að skoða þetta og þetta eigum að gera í ekki með neinum látum en það þarf að stíga þessi skref og ég er bara mjög ánægð með það að þó að forsætisráðherra og utanríkisráðherra núna tali eins og þær tala sem þarf að gera gagnvart Bandaríkjunum að þá er Þorgerður Katrín hún veit alveg sínu viti í þessu máli og ferðir hennar og Kristrúnar á Evrópufundi að undanförnu sína það að þær eru þetta pæli í þessu. Já, nú langum við að fara svolítið aðeins út úr þessu svona pólitíkinni og þó ekki, sko, sleppum ekki til hennar. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, konur eru allstaðar. Já, það er mikið af konum upp á dekki. Já. Í svona helstu valdastöðum og sem fulltrúa þjóðarinnar og... Já, mér finnst það svo við hæfa á hvernig ári, 2025. Nei, það er mjög ánægjulegt að sjá. Ásmundur sagði áðan, sko, svona annar blæri við þinginu, það eru, sko, þetta er mikið breyst. Já, þetta er bara, og það er svolítið, sko... eiginlega hefði mann ekki gruna fyrir 2 árum að þetta er því staða núna að það væru allar þessar konur á valdapóstum. Það er bara mjög ánægjulegt. Ég held að það sé full þörf á því að rétta aðeins af kúrsinn og það er náttúrulega því það eru komnar, við sjáum það bara í jafnréttisbarátta síðustu 50 ára. Við erum að fagna 50 ára afmæli kvennafrís á þessu ári. Menna hefur þetta dropinn hola steinin, þetta tekur tíma að skila sér og nú er orðið eðlilegt að konur sé í forystu og þar að leiðandi eru konur að mynda ríkisstjórnir. Nú svo hefur þjóðkirkjan öðru sinni kosið konur sem biskup. Ég er ekki í þjóðkirkjunni, mér fannst það til fyrirmyndar eða komir á óvart að það væri sem sagt öðru sinni að sú stofnun væri að því. Svo erum við með borgarstjóra, ríkislögreglustjóra, forseta Íslands og forseta borgarstjórnar. Nei, já, ég menna þetta er fjöldin allir Sigmundur Davíð er að verða einn eftir hérna. Já, Sigmundur og Sigurður Ingi eru þarna saman í einhverjum strákaklúbbi, ég veit ekki hvernig þið er í þeim klúbbi en ég menna þetta er bara ákaflega ánægjulegt og auðvitað vill maður líka sjá að það verði þá, að það sjáist líka vinnubrögðum, að það sé meira
samtal, þú veist, að fólk reyna að vera í meiri samvinnu og slíkt og ég ætla ekki að gera hærri kröfu til kvenna en karla en því hefur nú verið haldið fram að þessi átakakúltúr sem mjög karlægur og ég myndi gjarnan velja sjá og mér finnst Kristrún Frostadóttir til dæmis vera mjög laus við þennan átakakúltúr. Hún alveg óhrædd við að segja skoðun sína og fara hart fram en hún mjög málefnaleg og ég að vona að við sjáum líka ákveðna breytingar. Ég held að fólk vilji ekki stöðug átök. Það mjög þreytandi. Ég tek undir þetta með það mjög ánægilegt að konum gengur víða vel. Og ekki síst á hvernig árið sem hér minnst á. Og ég enn og aftur að vitna í 12 árum mín á þinginu. Það fjölgaði konum í þinginu. Það var bara ánægilegt. Í þingflokki Sjálfstæðisflokksins voru konur svona 1/3 af þingflokknum. Þær fengu alltaf helminginn öllu störfunum. Öllu mikilvægstu störfunum. Það voru helmingur ráðherrunum og formurinn nefnda. Þannig að það hlutfall var alveg konur fengu jafnmörg verkefni þó að það væru minni hlutir á flokknum. Og þannig og það má Bjarni Benediktsson hann slóð þétt á bak við það að konur fengju verðu verkefni og ég hef einmitt oft talað þetta að Sjálfstæðisflokkurinn hefur auðvitað varða veginn fyrsta borgarstjóran og fyrstu þingmanninn og fyrstu kvenráðherrann og við höfum bara verið þarna og það bara frábært og núna eru bara konur að stjórna borginni og stjórna ríkinu og allt í góð með það. Aðalatriðið fyrir okkur að þeim farnist bara vel. Það náttúrulega númer 1 og 3. En að því að segja þetta, ég var að fundi í gærkvöldi nefnilega og þetta ekkert ykkur skoðun mín, þetta bara því að þið verður að tala þetta núna, þá rifjast þau fyrir mig, það satt við hliðina á mig maður og hann fer að tala svona upp bara í leysans hljóði við mig það að hann sagði ég á 3 drengi og drengir vera undir í samfélaginu þegar bara talað konur. Það má aldrei vera að tala drengi. Og þetta bara leiðinni heima fundinu þegar ég var að keyra heim í gærkvöldi þetta var reyndar í fyrrakvöld þá fór ég að hugsa þetta og hvort þetta væri svona umhverfi hjá okkur að drengir væri bara undir og við heyrum mjög víða í samfélagi núna þegar vandamálin í skólum svona að þar eru drengir alltaf svona nefndir til sögunar þegar einhver vandamál eru og ég held að við þurfum að gæta okkur að því gagnvart bara unga fólkin okkar að það upplifi sig jafn mikilvægt hvort sem eru drengir eða stúlkur og það líka bara mjög mikilvægt fyrir samfélagið að þegar við erum að kjósa til ábyrgðarstarfa að við hljótum bara að vera komin á þann stað að okkur finnst bara jafn eðlilegt að þessi kona og kall sem sé bæjarstjóri eða borgarstjóri eða forsætisráðherra hvað það og þannig líður mann orðið með þetta allt saman maður bara hættur að vera undan bara kona það segja það engin lengur. Nei. Þetta er auðvitað feikilega jákvætt og bara maður getur ímyndað sér þegar ég var að alast upp þá var það voru ein kona, það var rauðin sem maður vissi ekki alveg hver hún var en það var eina konan á öllu stjórnmálasviðinu og í félagsmálunum og svona það var bara svona í menntaskóla þar voru við strákarnir að skipta með okkur stöðunum stjórn framtíðarinnar, ég var forseti framtíðarinnar í MR, við vorum 5 strákar og manni datt ekki í hug að vera óeðlilegt. Bara datt ekki í hug. Þetta var bara eðlileg skipan. En núna, alveg eins og maður sagði með Vigdísi, hvað hún skipti miklu máli bara fyrir konurnar, fyrir stelpurnar sem voru að alast upp. Stelpurnar sem alast upp núna hljóta valdeflast við þetta. Á sama tíma, það er svo skrítið, á sama tíma og þetta að gerast í okkur þá er eins og þessi bakslag einmitt hjá ungu kynslóðinni eða hjá yngstu hópunum og hérna eitraða kallmennska sem við kallarnir höfum verið að reyna eldri höfum verið all lífið að reyna að losa okkur undan að hún er eins og hún eigi upp á pallborðið hjá yngsta hópnum eða svona yngri kynslóðum og þessum afbrotum eitriðu kallmennsku, nauðganir,
barsmíðar í nánum samböndum og svo framvegis að það heldur að aukast, sýnist mér, án þess að hafa neina tölur. Og þetta maður verður bara fær svona áfalli við þessu. Og ég ætla að vona þá að þessi mikli kvennablómi í forystu í landinu, að hann verði til þess að þetta skáni. Já, og ég held sko að því tilefni því sem Ásmundur segir drengi, sko, ég held að sé mikilvægt að muna því ég segi kvennafrídagurinn 50 ára í ár og kvennabarátta á sér náttúrulega miklu á sunnudaginn. Já, og miklu eldri rætur, en ég menna það svona búið að vera mjög sterk kvennabarátta á Íslandi í ólíkum bylgjum á síðustu 50 árum og mikið samstaða, það svona einkenni á íslenski að það hefur verið svona konur hafa getað saminast allavega ákveðin mál og ákveðnum tímapunktum þvert á svona pólitískar línur, þvert á sko svona lífsýn, en þá hafa þær getað staðið saman mikilvæg málefni kvenna og það náttúrulega mikilvægt að hafa í huga að þessi barátta snerist náttúrulega sko aðgangað valdi, aðgangað bara störfum og allra handa réttindum og bara eðlilegum því að sko að því að konur búa við kynbundið ofbeldi. Ofbeldi sko hættulegasti staðurinn fyrir nokkra konu að vera á heima hjá sér tölfræðilega. Konur búa við launamisrétti og ef þú býrð við launamisrétti og ef þú ert ekki í fullri vinnu af því þú þarft að sinna börnunum þínum sko, þannig að það eru konurnar sem gera það ekki báðir foreldrar sem minnka við sér vinnu, það konan sem gerir það dregur líkur efnaðslegu sjálfstæði kvenna og þá getur síður flúið ofbeldissamband til dæmis. Ég meina þetta mjög alvarleg staða og við vitum það líka út frá tölfræðinni, ef að konur mennta sig þá það leið til að hækka í launum. Karlmenn þurfa ekki að mennta sig með sama hætti. Þeir fá hærri laun, þeir fá miklu hærri laun heldur en menntun þeirra segir til Þannig ég ætla að segja sko það sem að kvennabaráttan að skila konum bara að reyna að ná einhvers konar jafnstöðu fyrir jafnrétti, þannig að þú njótir bara eðlilegra mannréttinda. Hins vegar það auðvitað þannig að hver sá sem að stjórnar eða fer með vald eða hvort sem það innan skóla eða samfélags eða þarf auðvitað huga að velsæld allra óhæð kyni og þar, þú veist, þegar það þekkjum við sem, foreldrar sem skólasamfélag og ef það eru vandamál drengja, þá finnst mér líka karlmenn sem hafa áhyggjur af stöðu drengja og eiga þá líka að vinna að því að finna hver rót vandans, hvað þarf að gera. Það ekki hægt að ætlast til þess að það sé endilega einhver annar baráttuhópur sem með önnur baráttumál á sinni könnu sem tæki það upp á sína arma. Við berum auðvitað öll ábyrgð á velsæld hvers annars og ég ekki að gera lítið úr. Það drengir, ég hef oft á tíðum á tilfinningunni þeir hafa, ég hugsa hverju mótni og hvað ég þakklátt fyrir að vera kona. Við eigum ríkari félagstengs, við eigum þó að við séum að jafnaða og læri launum og útsettari fyrir ofbeldi, þá eigum við miklu meiri félagsauði í okkar samfélagi og ég held að karlmenn þurfi að vera duglegri við að skapa þennan félagsauð. Þannig ég vil, og þá geri ég ekki lítið úr velsæld drengja því að það skiptir sko heldur betur máli. Það af einhverjum þegar þú ert með hópa sem að lenda í vandræðum í samfélagi þá það vont fyrir samfélagið allt. Og ég á 3 drengi og mér mjög amt velferð þeirra, en að engin miskili það. En ég segi sko þetta það þarf að þannig að mér finnst stundum skrítið þegar það látið eins og það sé sko kvenfrelsishreyfingun að kenna að drengjum líði illa. Já, ég veit að Ásmundur var ekki að því, en ég vil sko, það og ég segi strákar, ræktiði félagsauðinn, síni kærleika og verið góðir við drengina og góða fyrirmyndir. Svo þegar ég byrjaði í blaðamennsku fyrir mörgum árum, að þá var það þannig, það var oft erfitt að fá konur til að tjá sig. Já. Og ef átt að taka mynda þá var það ómögulegt að það var einhver svona hégómi það þurfti alltaf að vera bara í jólafötunum eitthvað, þetta var eins og bara breytist þetta hægt og bítandi og eitthvað sagði með kvenna frambóðunum þá hafi breyst mjög mikið því þá verði aðrir flokkar að fjölga konum hjá sér og þannig
þannig hefur þeim fjölgað mjög mikið og Kristín Ásgeirsdóttir var einn daginn. Já. Og ég var að segja við hann að þú og þínar vinkonur þið eigið hróskili fyrir þetta saman. Og já, það bara, þú veist, tók eitthvað tíma en svo það bara sem sagt. Og það magnað, ef við hugsum það, við erum að tala konur í pólitík, við höfum átt 3 kvenkyns forsætisráðherra, allar framúrskarandi konur. Jóhanna Sigurðardóttir var svo fyrsta árið 2009. Og hún 10. konan sem kjörin á Alþingi Íslendinga. Þetta svo merkilegt, sko. Þannig að það nú fjöldin allur að konum að koma inn þó það séu enn í minnihluta, en þá það naumur minnihluti, en ég meina hún var svo 10. Og ég var daginn, var ég að sjá myndir af ríkisstjórnum og maður sér að sko Auðuns sem fyrstu konuna, svo kemur Ragnhildur Helgadóttir, svo líður tíminn og svo kemur Jóhanna. Svava Jakobsdóttir og Enda Lundan. Hún var ekki aldrei ráðherra. Nei, svo kemur Jóhanna inn í ríkisstjórn, svo sá ég hana Ingibjörg Pálmadóttir var lengi ein, hún þess að og svo sé ég að svo koma kosningar þar sem að bætast þær orðnar 3 konur í ríkisstjórn og ég hugsaði mér langar til þess að það verði tekið viðtal við þær konur sem eru lifandi enn í dag og sátu einar í ríkisstjórn og mér finnst mjög áhugavert að heyra hvernig eins og Ingibjörg Pálma þegar hún fer úr því að vera ein með köllunum og þær eru orðnar 3. Og bara hugsa þetta hefur náttúrulega verið mjög einkennilegt hlutskipti og þessi kallar sem voru með þeim að myndunum sem eru sko virðingaverði stjórnmálamenn en þeir voru engar málmkissur, þeir hafa ekkert verið sérstaklega góðir við þær held ég. Eða tekið sérstaklega tillit til þeirra þó að þetta væru miklu sóma menn, margir þeirra þú veist, ég sagði, vá, þarna hefði ég ekki viljað sitja ein. Þetta var náttúrulega líka þannig, voru kannski ekki góðir við það sem sé, það var ekki bara það heldur að lengi frameftir áttu konur rétt á sér í pólitík á ákveðnum sviðum. Já, svo var það líka. Það voru fyrsta konan sem stytta fyrir framan Alþingishúsið og var nú hún gekk nú að vísi í Sjálfstæðisflokkinn og var kosin á kvennalistan að hún raun og veru hennar afrek var það að koma Landspítalanum í mikilli kvennarhreyfingu að hún beitti sér sem sé í því máli og þær voru sem sé í svona velferðarmálum og heilbrigðismálum lengi fram eftir og voru umliðnar, ekki bara umliðnar heldur var vel tekið í þeim og þær tillögur sem þær kom með að það var svona litið á þær og kallandi litið á þær og þetta er kannski sko í beinu framhaldi af hlutverkið þeirra á heimilinu sem var það að passa börninu og sjá að fólki væri heilsan og setja pillur upp í kallana ef þeir þurft á að halda á svo framvegis. Já, það var eitthvað að gera það en sko, það nú ekki samt fyrir áður þannig sko að þráttur ég bara, þegar fólk að gera svo mikið úr þessu kall og kona og strákar og stelpur sko, þó að ég hafi nú byrjað á því með strákana að þá held ég að jafnrétti sé nú bara töluvert mikið á Íslandi launajafnrétti sé nú bara töluvert mikið á Íslandi ég sko, auðvitað hægt að draga eitthvað fram og í öllum þessu vandamáli sem við erum að tala við þurfum að gæta vel að þeim öllum en ég held að upp til hópa þá erum við að búa í góðu samfélagi. Þú meinar tækifærin til staðar? Hér mikið tækifærin og það ekkert óeðlilegt í það þegar maður situr á þingi eða situr á bæjarstjórnarfundi að konurnar tala meira leikskóluna heldur kallandi sem tala um að grafa skurðina. Það bara vegna þess að það meiri líkur á því að konurnar séu þar heldur en út í skurð að grafa. Þetta er líka breytast. Við eigum líka bara afstökkur undir því að þetta bara sko, þetta nú bara svona það bara líka spurðir sem að kannski þess valdandi að kallar vinni önnur störf en konur og mér allavega sko, það er mín upplifun við megum ekki gera eitthvað að það sé eitthvað þjóðarmein að konur séu nær heimilinu kalli og allir að skila sínu og þá getum við varpaði fram
kallarnir upp til hópa stundum mér í sjómennsku. Ég var eitthvað dóttir sem voru kokkur á sjó í mörg ár núna. Já. Og tóra aðan sko, og það finnst það engum mikið í minni fjölskyldu að dóttir mér sem kokkur á sjó, sko. Ekki nokkur manni. Nei. Ég var með konu til sjós. Mjög eðlilegt. En ég segi bara, sko, að við megum ekki gera mikið, mér finnst við gera of mikið úr því að þetta sé eitthvað mein. Ofbeldið mein. Sannarlega. Ofbeldið mein. Og launamisrétti mein líka. Já, ég held að einhverjum ástæðum held ég að í einhverju krónutölum vegna þess að fólk vinnur mismunandi lengi. Við megum ekki kalla það launamisrétti vegna þess að fólk á heimilum að skipta á sig hlutverkskólum. Já, en þetta kannað. Og þá einmitt gert, þá reiknað með þessu líka sem sé. Hvað unni lengi og svo framvegis og niðurstaðan svo að það sé hér en þá talsvert launamisrétti og ég hef alltaf viljað vinna meiri Sigga svo hún geti bara verið heima að elska. Það ekki neitt meina bak við það, sko. Það skárra en á Ítalíu en í Egyptalandi en það samt með einu í samfélaginu sem við þurfum að laga. Og ég ætla að taka undir það með Ásmundi. Það sannarlega höfum við náð gríðarlega langt í jafnréttismálum á Íslandi og það gott fyrir samfélagið allt og ég mjög, ég held að það sé eitthvað sem við eigum að vera stolt af en það ekki eins og við höfum náð fullu jafnrétti. Og talandi að vera, ég held að okkur Ásmund greinir kannski örlítið á það að vera nær heimilinu. Ég held að fólk sem að eignast börn á að taka ábyrgð á sínum börnum. En það bara þannig að á Íslandi eru það konurnar í meir, og ég nú að skrifa svo ágætan greinaflokkum þetta tilefna hvernig ári, að þær eru atvinnuþátt, það hefur bein áhrif á atvinnuþáttöku þeirra að eignast börn en ekki á kallana, það hefur áhrif á tekjur þeirra, þar að leiðandi ævitekjur þeirra og við þurfum að deila ábyrgð á þessu eins og við viljum deila ábyrgð á völdum. Þá þurfum við að vera í þessu saman þannig að að því það valdamisvægi. Ef þú ert með lægri tekjur, minni möguleika á að sjá fyrir þig sjálfur og tryggja afkomið þína, þá það valdamisvægi. Og það líka ákveðin gróðrastíga fyrir ofbeldi og þannig ég held að leið og maður á að vera ég þakklátt fyrir það að búa á Íslandi þar sem við búum við tiltölulega mikinn jöfnuð og jafnrétti þá eru þetta endalaus verkefni og þar við þurfum ekki annað en að horfa á ofbeldismálin og það gasalegt. Ég held að það sé náttúrulega sérstakt vandamál sem einmitt að gerast í því og þar kemur inn í þessi fíknisjúkdómar sem við erum að glíma við að þeir eru orðnir svo erfiðir, þeir eru orðnir svo þungir að það bara jafnvel í einhverjum tilfellum bara hvorki til þekking, aðstaða eða móttaka til þess að taka móti þeir sem verst var út úr þessu og það sem við höfum verið að heyra upp á síðkastið eru auðvitað hluti sem að ekki nokkur maður auðvitað vill sjá og samfélagið þarf auðvitað með einhverju ráðum að ráðast í að finna einhverju lausnir á þessu og við þurfum akkurat þar að passa okkur á því að halda að það sé ekki einhver pólitík. Ég held bara að samfélag okkar sé að komast á þann stað að leið og það hefur til dæmis það minnkar sígarettureykingar, það minnkar áfengisneysla og það hefur minnkað alls konar svona óregla sem að SA mælir, það þekki ég bara vel. En tilfellin sem að verða hlutan eru erfiðari og langt þingri sem að koma út úr þessu öllu saman, þráttur allt, þráttur öll góðu verkin. Og við verðum bara öll, alveg sama hvar í flokki við stundum, að standa vörð það. Og þess vegna var ég sérstaklega ánægður með það að hvað Alma Möller gerði núna varandi komið í veg fyrir það að sjúkrahúsið Vogi loki í sumar og var gríðarlega ánægður með hvernig staðið að því. Og það skiptir mjög miklu máli að það verið haldið áfram. Við vitum að vantar peninga allstaðar, en við erum á ögur stundu gagnvart þessum einstaklingum sem að bara við höfum hvorki þekkingu eða neitt til þess að taka á móti og við þurfum að efla það.
Það auðvitað rétt hjá Ásmund og Sigríði Ingibjörgu að Íslands samfélag stendur hvað þetta varðar. Þetta miklu skárra og stendur miklu betur en ýmis annars hérna kringum okkur. Sérstaklega við fyrir nú aðeins lengra en í alveg næstu lönd. Við byrjum að tala hérna Trump og það sem að gerast í Bandaríkjunum. Og ef maður tengir það saman þá getur vel verið að við þurfum á næstu árum að verjast vonandi allt saman ákveðnum einkennum úr Trumpispölum. Eitt af því sem hann hefur gert á þessum mánuði það að skera niður allar tilraunir í Bandaríkjunum til þess að skapa jöfnun á milli kynja og milli kynþátta og á milli fólks með hvernig á ég orða það gegn transfólki og homum og lesbum sem að við höfum hér tekið mjög vel okkur hefur tekist að búa til samfélag með eftir mikla baráttu fyrir samkynhneigt fólk það er orðið nokkuð jafnt þó að þetta séu fordómar á það allt saman þeir hverfa smám saman og transfólki transfólk hér er bærilega statt miðað við það sem að annar staðar er að tala og við viljum hafa það þannig og það er nú bara þannig að í hverju fjölskyldu svona fólk í minni fjölskyldu er trans maður og það er líka homi og lesba og svo framvegis og þetta þekkjum við öll en núna verða að ráðast á þetta fólki og á þessa jafnstöðu hugmyndarlega grunn í Bandaríkjunum og hann gæði nú eftir að setja hann í 4 ár í viðbót, það er komin 1 mánuður og það eru 3 sem 12 + 11 eftir og það getur vel verið að og þessi hugmyndafræði náttúrulega hans hún á eftir að geisla heiminn og íta undir alls konar Mér langaði að segja það að þú varst að tala eitraða karlmennsku, þú sem hefði verið kynslóð er að reyna að vinda ofan af en sko við erum náttúrulega að flytja inn hugmyndafræðilega ströma og það er nákvæmlega þetta, við erum að flytja inn þessar hugmyndir og ungir kallar eru að mata aðra unga kalla þessu. Þetta sama á við, ég meina nú er mjög vegið að réttindum kvenna og þeirra hópa sem að þú varst að nefna, mörður í Bandaríkjunum, en ég meina við vitum það líka eins og innan hinsegin samfélagsins hér, þá merkja þau verulega að þessi orðræða sem fær að viðgangast í Bandaríkjunum, hún flystu þetta hingað og það, maður getur hugsað fyrir mig sem er einhver venjuleg kettling, ég getur hugsað, hvað þetta er óskemmtilegt og óhugnalegt, en fyrir fólk í þessum hópi, þetta vegur beinlínis að öryggi þeirra og þó þú búir í Reykjavík eða Hornafirði eða hvað, þá er þessir hugmyndastraumar, þeir hafa áhrif á öryggið þitt. Þannig að þetta er, sko, einmitt, þó að við séum ekki komið með þetta í sama skala hér, þá eru ákveðnir hópar sem að finna fyrir þessu og maður einhvern veginn trúði því ekki að við ættum eftir að upplifa það að rétturinn til þungunarrofs yrði tekin af konum í Bandaríkjunum og nú eru konur í fjölmörgum ríkjum sem bú ekki við þau réttindi, þetta er óskiljanlegt og þú veist þannig að þetta er við erum auðvitað, það sem gerist á einum stað hefur áhrif á öðrum og ég held að fyrir þeimun jaðarsettari sem maður er, þeimun meira finnum maður fyrir svona. Þó að við sem sitjum hér við borðið séum í þeim hópi að þetta er bara aðalega vekur þetta manni finnst þetta óhugnalegt og óskemmtilegt, en þetta er ekki svona þetta er ekki svona vegur ekki inn að kjarna öryggistilfinningarinnar. Nú er ég fann að svindla á eldi næstu upptöku. Já. Við erum búin að vera mjög lengi, rúma klukkutíma. Já, okkur finnst rétt að byrja. Rétt að byrja. Svoleiðis er skemmtilegast af þetta. Hættabel leik þá hættan stendur. En Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Ásmundur Freyrisson og Mörður Árnason, takk ykkur fyrir að vera með okkur og ykkur fyrir að hafa hlustað á okkur eða hort og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 50 starfsmenn eða fleiri. Í fyrsta sæti Hitthúsið, í öðru sæti leikskólinn Rauðhóll og í þriðja sæti Háteigsskóli. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu.